Mikilvægasta hugtakið í efnafræði er mól, en það er gott að átta sig á því frá upphafi að mól er í raun ekkert flókið efnafræðilegt hugtak, heldur er mól einfaldlega tala. Hún er mjög stór tala, en mól í einum móli er sem sé 6,02 sinnum 10 í 23 einingar. Þannig að ef ég væri með 1 mól af járnatómum, þá væri ég með 6,022 sinnum 10 í 23 járnatóm. Þessi tala er oft kölluð tala Avogadrosar og á formúlublöðunum erum við oft táknuð á þennan máta sem Na. Þessi tala var valin svo hægt væri að fjalla efnahvörf á þeim skala sem þau eru að gerast í rannsóknarstofunni. Við skoðum bara dæmi ef við erum til dæmis bara með rafgreiningu á vatni, sem er þá 2 vatnssameindir klofna þá í 2 vetnissameindir og eina súrefnissameind. Þá í rannsóknarstofu þá gerist þetta í einhverjum grömmum eða kílóum, meðan að ein vatnssameind hefur massan á skalanum 10 sinnum -27 kíló. Hins vegar yfir með 2 mól af vatni sem að rafgreinast og mynda 2 mól af vetni og 1 mól af súrefni, og gerist það á þeim skala sem að við myndum kannski vera framkvæmd á tilraunastofu. Það er að segja í grömmum eða kílóum. En það leiðir okkur þá að því að alveg eins og ein sameind af vatni hefur ákveðinn massa, það hefur líka 1 mól af vatni ákveðinn massa. Það er að segja að þessar 6,022 sinnum 10 í 23 einingar af vatnssameindum, þær hafa ákveðinn massa og sá massi er kallaður mólmassi. En mólmassi er sem sé þá samanlagður massi 1 móls af sameindum eða atómum í náttúrulegum hlutföllum. Við þurfum ekki að reikna mólmassann fyrir hvert og eitt frumefni fyrir sig, heldur er búið að gera það fyrir okkur og finnum hann yfirleitt í lotukerfinu. Við skoðum til dæmis þetta hér lotukerfi, þá sjáum við hérna að vetni er með mólmassan 1,00794, kalsíum er með mólmassan 40,078 og svo má lengi telja, og þetta gildir flest öll frumefni sem finnur í lotukerfinu. Það eru nokkuð frumefni með óskilgreindan sem sé mólmassa, en það hefur tilkomið þá vegna geislavirkni eða annarra þátta. En meðan að lotukerfi gefa okkur upp mólmassan fyrir einstök frumefni, þá þurfum við samt að geta reiknað mólmassan fyrir sameindirnar. En það er tiltölulega einfalt. Það eina sem ég þarf að gera er að leggja saman mólmassa allra þeirra frumefna sem að sameindin er samsett úr. Og við tökum hér dæmi bara til dæmis vatnið, sem er H2O. Það þýðir það ég er með 2 vetnisatóm og 1 súrefnisatóm. Vetnisatómin, þau vega þá 1,01, við leyfum okkur oft að námynda þetta aðeins, og súrefnisatómið, það hefur þá 16,0, og þetta er þá mólmassi vetnis og súrefnis, og summan hérna er þá 18,02, og við tölum það sem grömm á mól. Það er að segja 1 mól af vatni, sem eru þá 6,022 sinnum 10 í 23 vatnssameindir, þær vega 18,02 grömm. Og ef ég er með hálft mól af vatni, þá er ég með 9,01 gramm og svo framvegis. Þannig að nú má sjá að mólmassinn gerir okkur kleift að vinna með efnahvörf í skala þar sem að ég er að vinna, við erum þá með grömm eða kíló. Hérna til dæmis myndi þá vera 36 grömm af vatni sem klofna og mynda þá 4 grömm af vetni og 32 grömm af súrefni. Og þetta get ég séð út frá þessum bara mólmassatölum. En jafna sem lýsir samhengi mólfjölda, mólmassa og massa er einfaldlega þannig að mól N er jafnt á massinn deilt með mólmassanum á þennan máta. Til að átta sig svo betur á þessu getur verið gott að skoða sýnidæmin sem fylgja með í textanum neðan myndbandið.